Síðustu 2 áratugi hafa skattar verið hækkaðir nokkuð, lækkaðir smá og svo hækkaðir aftur. Nýir skattar hafa orðið til og aðrir horfið á braut. Eða nei, eiginlega ekki, því fátt er varanlegra en tímabundnir skattar. Viðskiptaráð Íslands hefur lengi tekið saman yfirlit heildarskattbreytingar frá ári til árs sem ákveðið einfalt aðhaldstól og þar má sjá að frá árinu 2007 hafa skattahækkanir á hverju ári verið fleiri en skattalækkanir. Fyrirvari, hafa þarf í huga krónutölugjöld og nafnverðið á kynnuþér írnaðar raunvirði. Þarna til dæmis erfðafjárskattur 5% en var lækkaður 2003 og þarna er búið að lögfesta lækkanir á skatthlutfalli einstaklinga í tekjuskatti en það kemur síðan ekki til framkvæmda fyrir kom til framkvæmda á 3 árum. Samir að segja virðisaukaskattinn sem er þarna neðra þrepið 14% en það fór hún í 7 árið 2007. Mér langar að nefna 4 atriði í þessu sambandi. Þannig í fyrsta lagi margvíslegar skattabreytingar bæði varðandi beina skatta og óbeina. Það eru lækkanir á tekjuskatti einstaklinga og lögaðila og líka á virðisaukaskatti. Það er niðurfelling eignaskatts. Í öðru lagi, og það er kannski ennþá mikilvægara, eða minnst jafn mikilvægt, er stórfelld niðurgreiðsla skulda. En mitt fyrsta verk sem fjármálaráðherra í raun og veru var að fá lögfest lög séreigna lífeyrissparnað og skattaívilnun sem að því máli fylgdi. Og þetta mál, þar að segja séreigna lífeyrissparnaðurinn, hefur nú skipt marga á Íslandi, almenning, mjög miklu máli, sem og lífeyrissjóðina og hefur orðið til þess að auka sparnað í landinu sem var líka eitt aðal markmiðið. Og 4. atriði sem ég vil nefna eru fæðingarorlofslögin frá árinu 2000 sem að opnuðu fyrir fæðingarorlof feðra. Mér finnst aðalatriðið hvað varðar atvinnulífið að við tryggjum hér á Íslandi samkeppnishæft skattaumhverfi. Bæði umhverfi sem að laðar frekar að erlend fyrirtæki og fjárfestingar og líka þá umhverfi sem að kemur í veg fyrir eða letur fyrirtæki til þess að flytja sína starfsemi og skattgreiðslur úr landi. Og þegar ég var fjármálaráðherra þá reyndi ég að beita mér í þessa veru og það held ég að hafi nú að mörgu leyti tekist. Í þessum tölum sést auðvitað skýrt að við vorum að lækka tekjuskattsprósentuna. Ég held að alltaf frá þessum tíma að þá hafi staðgreiðsluprósentan alltaf verið hærri heldur en hún var þarna. Og það sem náttúrulega meira er að það er ekki bara ein staðgreiðsluprósenta eins og var þá, heldur eru það orðnar 3 og þar með eru raunverulega 4 skattþrep sem að gerir skattkerfið miklu flóknara heldur en að það var. Að það sem að hefur skipt hvað mestu máli af því sem við gerðum. Við höfum lækkað skuldir og svo mikið að við vorum nettó skuldlaus og höfðum góðan gjaldeyrisforða. Samkomulagið sem við gerðum við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn sem var gert í tíð ríkisstjórnar Geirs H. Haarde hefur skipt verulega miklu máli því að þar voru lagðar línur hvernig að ríkisfjármálum yrði stýrt næstu árin þar á eftir á meðan á sambandinu við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn stóð og það veitti ríkisstjórninni sem að þá sat auðvitað gríðarlega mikið aðhald.